En hingað komin Agnes Bragadóttir fjölmiðill og Sigurður G. Guðjónsson. Ég veit ekki hvort ég geti kallað þig nokkurn miðil. Nei, ég ekki miðil. Ég bara notið reynslu þeirra. Já, þú varst að segja okkur hérna einhverja sögu af því núna áðan. Já, ég hef tvissunum fengið upplýsingar að handan, sko, sem við bæðiskiptin hafa reynst réttar, sko, en ég var mjög vantrúar á því bæðiskiptin, en þetta reyndist allt rétt. Þannig að ég ekki jafn efins og ég var. Þú ert ekki vantrúaður maður, en þú, Agnes? En má ég ekki bara halda mig við gamla starfsheitið blaðamaður? Mér líst ekkert á þetta að vera fjölmiðill. Nei, kannski ekki. Nei, ég er afskaplega vantrúið á svona skilaboðahandan og ég til þetta allt vera sviðsett, allt vera upplogið og allt vera peningamaskínu til þess að fá okkur vesalingana til þess að setja peninga í miðlana og eins og þú segir, nú er rosalega mikið að gera á þeim af því það er kreppa. Já, fólk vil fá að vita hvað er framöndan. Það er ekkert skrítið svo sem að menn vilja fá að vita það á þessum síðustu verstu tímum. Já, þú fær bara einhver upplýsingar það í gegnum miðla. Þú verður bara að vinna þig að framhaldinu. Já, það verður nú hver að hafa það fyrir sig hvað honum finnst þetta. En hvað finnst ykkur forsetakosningarnar og úrslitin? Þetta voru sögulega kosningar. Já, ég er mjög ánægð með þær og ég er bara hálf táraðist þegar ég sá úrslitin í nótt, sko. Ég var svo glaður. Mér fannst þetta stórkostlegt og bara ég vakti megnið á nóttunni og mér þóttu þetta frábær úrslit. Áttu þið vonaði þetta yrði bara svona hreinlega burst eins og þetta var? Nei, ég ef maður getur sagt að maður haldið með einhverjum í bandarískum forkosningum og hélt ég með Hillary Clinton framan af í óþökk dætramina og þær vildu endilega sjá Obama sem næsta forseta Bandaríkjanna og svo en ég hef ekkert sett mig inn í bandaríska pólitík að öðru leyti að þessu, ég þoli ekki republikana. Ég átti ekki von á svona miklu bursti. Ég var farin að trúa því síðustu 2 dagana, hann myndi sigra og bara hafiði sterka sannfæringu fyrir því en ekki að þetta yrði svona glæsileg niðurstaða. Mér finnst þetta bara alveg. Mér finnst þetta að vera svona söguleg niðurstaða. Haldið þetta breyta einhverju? Og nú spyr maður á því að maður er alltaf svo upptekinn af sjálfsagt. Þetta breyta einhverju fyrir okkur? Ég veit ekki, maður nefnir ekki tekið við og en þetta breytir alveg örugglega ásýnd Bandaríkjanna heim allan og þetta nú verið svona frekar leiðilegt stjórnarfar síðastliðin 8 ár yfirgangsemi og frekja og hernaður í allar áttir að reyna sölsundis auðæfi annarra þjóða eins og í Írak og Íran og víðar undir því yfirskyn að berjast við einhverja terrorista sem eru svo sem ekkert nýir á nálinu og sköðu Bandaríkin lítilega fyrir nokkrum árum, sko. Þannig myndum menn ekki tala endilega World Trade Center sem svona lítinn skaða? Jú, ef að menn horfa á það tjón sem Bandaríkjamenn hafa valdið í Írak þá er það smá skaði. Mér finnst þetta nú svolítið kaldranalegt aðeins, Sigurður. Ómanneskjulegt, þetta er engin smáskaði, þetta var disaster. Mannslífin er alveg jafn þetta var hryðjuverk á anstíkilegri gerð og þetta var ekkert smámál. En hins vegar er ég sammála, Sigurður. Mér er svolega leiðilegt að við þurfum að vera sammálaðir stundum. En ég er sammála því að þetta á eftir að bæta ímynd Bandaríkjamanna á heimsvísu að Barack Obama verður forseti. Hann er að vísu óskrifa blað að mestu leyti, hvers konar leiðtogi hann verður, en hann er afskaplega geðþekkur. Hann hefur mikla útgeislun og sjarma og ég trúi því að hann velji sér gott fólk í Hvíta húsið og góðan chief of staff og þannig að ég held bara miðað við það hvernig þetta er búið að vera undanfarin 8 ár, þá er allt á uppleið fyrir Bandaríkjamenn frá því janúar næstkomandi þegar hann tekur við. En það er nú kannski ekki hægt að segja það alveg okkur hérna heima. Það er einhvern veginn virðist það sem getur komið upp í eftir þetta bankahrun og í þessari efnahagskrísu okkar, það virðist að vera endalaust og þetta síðasta með það að persónulegar ábyrgðir starfsmanna hjá gamla Kaupþingi hafa verið felldar niður, þær hafa nú gert fólk reitt. Ofboðslega reitt og náttúrulega skiljanlega vegna þess að við erum Íslendingar, þar sem allir eiga að vera jafnir og það gengur ekki að sumir séu jafnar en aðrir. Sumir hafi vegna græðgisvæðingar stofnað sér í mörg 100 milljóna eða jafnvel nokkura milljarða skuldir og það er bara með einu pennastriki að fella það niður. Mér finnst þetta bara algjörlega fáránlegt og ég skil mjög vel reiðina. Ég er alveg öskureið líka. Ég heyri það í fréttum hjá RÚV áðan, útvarpsfréttum að það var yfirmaður efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra sem sagði að þeir sem hefðu tekið við þessari niðurfellingu þeir geta átt yfir höfðu sér 6 ára fangelsi. Áttum ekki alveg að því en það er nú alveg ásetning til þess að hafa framið auðgunarbrot og það er þá þarf auðvitað að sýna fram á það. Ef að stjórnir félagana eða Kaupþings í þessu tilviki hefur tekið svona ákvörðun
þá kann hún að vera bindandi fyrir félagið nema að komið til gjaldþrotaskipta ef að þetta þá gjafagerningur eða þá að þetta hnekkja þessu á grundvelli 37. grein samningalagana eða eitthvað svoleiðis. Menn virðast vera nokkuð sammála það sem að Fréttablaðið talaði við í morgun að það væri hægt að rifta þessum gerningi Já, það augljóst, ég meina það er þó verður nú að horfa á það þá forsenda væntanlega fyrir því að þetta fari í gjaldþrot eða þá að menn ætla að reyna það á grundvelli samningalagana. Hæstiréttur hefur nú ekki verið mjög fús til þess að beita þeirri grein til þess að rifta löggerningum sem eru réttilega tilstofnað á milli aðila. Þannig að ég get nú ekki fullyrt það að þetta sé bara allt klappað og klárt sko. En Sigurður, af því þú ert nú lögfróður maður, þá langar mér í þessu efni bara að fá að nota tækifæri að koma eina spurningu. Það stofnun þessara einkahlutafélaga, þar sem að fjármunirnir, eftir að einhverju var breytt hjá, var það ekki hjá ESB fyrir 2 árum síðan eða svo, þá gefur frelsi til þess að stofna svona félög og svo framvegis. En mér langar að spyrja, er alveg þarna óyggjandi að þetta sé löglegt að gera þetta svona? Nei, ég hef nú alltaf verið skeptískur á það að menn í bankageiranum eða almennt þessi stjórnarfyrirtækjum sé að stofna félög fjárfestingar sínar til þess að geta látið þau sigla lönd og leið. Þess að fría sig ábyrgð? Mér finnst og þessi félög hafa þá væntanlega einhvern framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð á þeim og sá framkvæmdastjóra ætti þá líka að reikna sér einhver laun. Ekkert að þessu hefur verið gert en við sem erum í svona persónulegu rekstri smá fyrirtækja, við erum skikkaði til þess að hafa ákveðin laun á mánuði frá okkar fyrirtækjum og þannig að það er svo margt skrítið í þessum málum sem að og þetta er svona allt frekar sukkkennt þetta mál. Mér hefur til dæmis þótt eitt alveg stórkostlega einkennilegt í sambandi við þetta. Það er þetta félag sem að menntamálaráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins upplýsti í gær að hún og eiginmaður hennar hefðu stofnað með 500 milljón krónum að minnstakosti, af því að það er ekki búið að upplýsa hvað mikið inn í þessu. Akkur segir 500 milljón krónum? Vegna þess að Kristján Arason er búinn að segja að það hafi verið flutt þangað, ég las það einhvers staðar, að minnstakosti 500 á einhverju tilfelli, á einhverjum tímapunkti. En ég velti fyrir mér þeirri spurningu, hún er menntamálaráðherra í þessari ríkisstjórn, hún er varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hún tekur þátt í öllum fundunum hjá ríkisstjórninni með Seðlabanka, með fjármálaeftirliti í aðdraganda bankahruns. Hvernig stendur á því, og gæti þetta gerst einhvers staðar annars staðar í heiminum, að ráðherra með þessa einkahagsmuni og vitneskju er að víla og díla það með stjórnvöldum hvaða banki á að lifa og hvaða banki á að deyja. Og þið munið eftir því að fyrsti bankin, eini bankin sem átti að lifa samkvæmt ákvörðun Seðlabanka og ríkisstjórnar, það var Kaupþing. En hún græddi nú ekkert á þessu, það kom nú framlíka víða í gær að þau töpuðu öllu sínu. Nei, en ég er að segja, út frá þarna stjórnsýslunni, er það eðlilegt að maður sitji á fundum þegar maður á svona gífurlegra hagsmuna að gæta sjálfur, þar sem er verið að taka ákvarðanir framtíð bankana, hverjir lifa og hverjir deyja. Ég tel að það sé stórkostlegt álitamál. Já, það má vel vera að sé álitamál og ég sé að Kristín Gunnarsson hefur varpað þessu upp á heimasíðunni hjá sér nýverið sko. Og ég vissi það ekki. Og með fyrirspurn á Alþingi. Og heldur með fyrirspurn á Alþingi þetta. Þetta er þetta ekki alveg einfalt mál að svara þessu. Þetta bankamál er ekki á forræði menntamálaráðherra, heldur á forræði fjármálaráðherrans og viðskiptaráðherrans. Það voru miklu fleiri ráðherrar sem voru að koma að þessu máli. Í ráðherrabústaðnum eins og þú manst. Og ég fór reyndar á 2 fundi í ráðherrabústaðnum og hún var reyndar aldrei það sko að hvorum þeirra funda. En þetta mál er auðvitað óþægilegt fyrir hennar sem ráðherra alveg klárlega en hvort hún hefur verið vanhæf samkvæmt stjórnsýslulögum. Það held ég að sé svolítið svona langsótt vegna þess að ekki nema ríkisstjórnin hafi tekið einhverja formlegar ákvarðanir og hún greitt atkvæði með því og við vitum ekkert það en það er aldrei upplýst neitt hvað gerist á ríkisstjórnarfundum. Var ekki tekið formleg ákvörðun það að veita Kaupþingi fjármuni vegna þess að þeir settu FIH að veði inn í Seðlabanka? Það var á meðan að einn banki átti ennþá að lifa. Það kom ekki frá ríkisstjórninni svo ákvörðun vegna þess að það var Seðlabanki sem var að véla þau mál og taka við í ónýtum hlutabréfum. Og dettið þér í huga að það hefur verið gert án þess að hafa samráð við ríkisstjórnina? Þú hefur frjótt ímyndun af ég hef ekkert frjótt ímyndun, það er bara svo margt sem að Seðlabanki tók ákvörðunum og tilkynnti ríkisstjórninni eins og Glitnismáli. Það er svo. En það ársvast eftir að ræða eitthvað meira þetta og þetta var náttúrulega rætt til dæmis í gær og það var
talandi Alþingi, þá var nú ýmislegt rætt líka eins og til dæmis kaup Jóns Ásgeirs eða félags hans Rauðsólar á öllum fjölmiðlum 365 helgina. Já, hvað finnst þér þetta? Ég finnst það mjög merkileg umræða og sérstaklega þótt mér merkilegt þegar formaður Framsóknarflokksins fór að beina einhverjum tilmælum til ríkisbankana það að gera ekki hitt og þetta, þá höfum við hugsa býtu, erum við að fara inn í gamla syndrúmið sem var hérna fyrir ríkisbankakerfi þegar stjórnmálamenn ætla að fara að ákveða það hverjir fengi að gera hvað og hverjir ekki þetta var mér dapurlegt og hinn umræðan það kaup Rauðsólar á þessum hlutabrifum og að undir þeim kringumstæðum sem við búum við í dag, hver á til dæmis Árvakur, það veit það enginn, alveg það að Hulda Valdísdóttir á klárlega sinn hlut í því félagi. Aðrir vitum ekkert hverjir eiga hlut í Árvakur en þess að þetta allt meira og minna veðsett inn í gömlu bönkunum. Áttu það við það að þeir sem eins og Björgólfur sem átti nú þarna stóran hluta, hann eigi þetta ekki lengur, heldur einhverja bönkum? Þetta á forræði bankan í dag, alveg eins og Stöð 2 sögðu það vera forræði bankana. Og ég bara fagna því að Jón Ásgeir skildi hafa náð að kaupa þetta út. Finnst þér eðlilegt þetta að skilja skuldirnar eftir í hinum hlutunum? Já, það nú alltaf spurningi hvað eðlilegt og hvað óeðlilegt. Ríkið skildi eftir allar skuldir bankana í gömlu bönkunum og gaf hann með fyrirmæli, svona fordæmi það, hvernig menn eigi að haga sér á þessum síðustu verstu tímum. Er þetta ekki leyfa fjölmiðlinum aðeins að komast að? Jú, en þannig sem þegar ríki gerir þetta, er það eitthvað skárra samt að taka, því það náttúrulega nokkuð svona kennitöluflakk, en er þetta ekki líka kennitöluflakk? Þetta gert í fullu samráði við lánardrottnana sem að eiga hluta máli sem ríki gerði hins vegar ekki og mér finnst það bara gott að Stöð 2 skuli vera komin í skjól aftur sennilega til þess að geta keppt við ríkið en þess að ríkið ánálast alla aðra fjölmiðla í landinu. Málið er ekki svona eins og þið haldið. Þetta samt sem aðra ágætis punktur á kannski hvað á ríkið mikið af þessum fjölmiðlum en ef að þeir sem að hafa átt og fram til þessa eru allir seldir ríkisbönkum. Já, nú virðist Jón Ásgeir eða sem sagt hans nýja félag sem að keypti fjölmiðlahlutan, keypti ykkur og fleiri fjölmiðla út úr 365. Nú virðist hann vera komin fyrir vind vegna þess að hann búinn að semja við Landsbankann ef að ég skil það rétt og hann skilur eftir cirka 3 milljarða í skuldum og einhverja 2,2 í skammtímaskuldum eftir í gamla hlutanum þannig að allt í allt er þetta einhverju 5 milljarðar en hann tekur með sér 4,4 milljarða á þessum fjölmiðlapakka og ég held að það hef bara verið staðreynd hjá Landsbankann sem hann var að semja við hann að það var bara búið að reikna það út að fyrirtækið, sem sagt fjölmiðlahlutin, gæti lifað við þennan skuldapakka og þetta skiptir að miklu máli til þess að fá endurgreiddar sínar kröfur að halda fyrirtækinu lifandi og það sé fjárstreymi og það sé örugt fjárstreymi og að þú getur þannig staðið í skilum. Ég held þetta að vera einhvern veginn hannig. Þetta er akkurat bara svona og þetta er bara staðreynd Stöð 2. Nei, ég er ekki alveg búinn vegna þess að þetta í sambandi við Árvakur sem hefur verið ráðist mikið á að það mun ganga tilbaka. Ég skrifaði og bara ég skil ekki í því að það skuli ekki trúa því sem ég er að skrifa. Það var í Morgunblaðinu á mánudagsmorgun. Og ekki lígumokkin? Ekki lígumokkin. Rauðsól sem heitir ekki lengur Rauðsól, bara að þið vitið það. Þið muni lesa það í Morgunblaðinu á morgun. Hvað heitir það? Ég ætla ekki að upplýsa það, þið lesið það í Mokkanum á morgun. Þar stendur það hvað Rauðsól heitir. Og þetta nýja félag, að það ætlar sér ekki að kaupa 36,5% í Árvakri. Það ætlar að semja það við eigendurna vegna þess að það telur að sé miklu skynsamlegra og eðlilegra að það sé ekki allir fjölmiðlar á einni hönd og að þeir hafi samvinnu prentun og dreifingu. Þetta stóð í fyrraldagi í Mokkanum og það búið að vera bull í öllum fjölmiðlum síðan en þetta er svona. Já, þetta er nákvæmlega svona eins og þetta er að lýsa þetta og það er alveg rétt í Agnesi að Stöð 2 svona eins og hún var 2004, hún ber svona 5 milljarða í skuldir og getur serverað það og það er bara það sem Landsbankinn stóð frammi fyrir og vonandi er hún bara komin á réttan kjöl og þangað sem hún á að vera
og ég gef ekkert fyrir þetta væl í útvarpsstjóra það að rifrildi hans við Ara Edvald daginn. Mér finnst stundum svona skondið að sjá Pál vinur Magnússon vera að tala vera þarna megin. Af því hann var hinum megin við borðið fyrir 3 árum. Átti til dæmis langt viðtal, það var svona debatt í Morgunblaðinu einhvern tíðan á síðustu öld á 10. áratugnum, þar sem hann og Markús Örn tókust á nákvæmlega sömu hluti, það er að segja Stöð 2 í samkeppni við Ríkisútvarpið, óréttmæt samkeppni. Þannig að þessi menn vilja kynna sér söguna. Ég skildi ekki í honum Ara í þessu Kastljósi að noti ekki þetta. Bíddu Páll, hvar sást þú fyrir 3 árum og hvað sagður þá? Hann bara rifið þetta ekkert Það er bara svo kurteis maður, það verður bara að hafa það. Svona mikið diplomat. Já, en þið er bara gaman að hafa ykkur, við höldum áfram bara eftir viku og lesum svo Mókan í fyrramálið. Yes. Takk fyrir komuna.